6-1 sigur, þú lítur að vera ofboðslega ánægður með. Já, mér fannst bara svörunin góð og við vissum það alveg að þú veist, þessi leikur geti farið á 2 vikur, annarkvort væri hann svona í pattstöðu eins og fyrir leikurinn eða við myndum ganga frá leiknum og við gerum það. Það er lið sem að koma bara með bullandi sjálfstraust eftir góðan sigur og þið eftir svekkjandi tap. Já, þú veist, við vissum það svo sem alveg að þær væru hátt uppi og maður sá það svo sem alveg í byrjun leiks að þær voru tilbúin að hlaupa úr sin löngun og leggja sig fram en svo bara brást stíflan svolítið í seinni hálfleik og við svona gengum svolítið frá leiknum. Það var 2-1 í hálfleik en þið klárið þetta við 6-1. Varstu sáttur með seinni hálfleikin eða bara jafn sáttur með bæði? Já, ég var alveg sáttur með leikinn svo sem í heild þannig að það var svona ákveðnir hlutir í fyrri hálfleiknum sem að við svona fórum aðeins yfir í hálfleik og löguðum aðeins og við vorum smá klaufar í spilinu og líka stundum svona flýtt okkur of mikið þannig að og það svona opnaði sénsa fyrir þær. Ég meina þær fengu fína sénsa í fyrri hálfleik en í seinni hálfleik var bara svona heilt yfir betri frammistaða, þú veist, við fáum engin færi á okkur og við bara kláruðum leikinn sannfærandi, þannig að mjög sátt. Og náðu að nýta, þú veist, eitthvað vonbrigði frá föstudaginn í þennan leik? Nei, þú veist, ekkert þannig sko. Ég meina við vorum bara fúl á föstudeginum og svo bara kom nýr dagur á laugardeginum og sem betur fyrir var sól hérna á æfingu, þannig að þú veist, ég meina þetta bara hluti af þessu og allir þessi leikmenn eru búin að vera lengi í fótbolta og vita alveg hvað þetta snýst. Ég meina þetta var bara eitt mót, við förum alltaf inn í tímabil og hugsaum þetta, við ætlum að taka hann stóra og hinn litli er bónus. Já, þið héldu alltaf áfram í þessu leik, þú lítur ánægð með skiptingarnar og bara attitúti í seinni. Já, bara, þú veist, ég meina ánægð bara með alla leikmennina, skilur þú veist, ég meina ánægð með leikmennin sem kom inn á, ég meina þeir svöruðu heldur betur kallinu og líka leikmennin sem komu inn í liði úr síðasta leik og bara, mér fannst, já, það var allt bara einhvern veginn, bara mjög ánægð með leikinn. Þið stjórnuðu líka, bara frá mér sér, þá stjórnuðu öllu seinni hálfleiknum. Var þetta eitthvað heilstæðasti hálfleikurinn hjá okkur í sumar eða hvernig sér þetta? Nei, ég held ekki sko, mér veit ekki hvað maður að segja, þú veist, ég meina, mér er svo sem alveg sama hvað fólk segir okkar spilamennsku og ég heyrði einhvern daginn að við værum hægt lið og eitthvað svona að þetta verið fyrirsjáanlegt en ég hvet bara sérfræðingarna að horfa aðeins betur á leikina og horfa á alla leikina eða ætlar að fara að tjá sig eitthvað okkar spilamennsku. Við erum búin að eiga marga góða leiki þóttu við séum ekkert alltaf með flugeldasýningu fyrir fram markið, þá erum við búin að eiga marga góða leiki og leikmenn búin að spila vel sem að hafa ekkert fengið neitt umtal en þú veist, við vitum alveg og við hrósum okkar leikmennum bara þegar eiga það skilið og svona sem erum ekkert að stressa okkur mikið á umræðinu. Kemur frétt í dag að Inter hafi áhuga á Elín Mettu. Kemur til greina að hún sé að förum, þú veist, myndi Valur hleypinn í burtu? Ég passaði mér hvað ég segi, sko. Þú veist, í sannleika sagt, sko, þá sé ég ekki dílana, Já, ég meina, það er áhugi á góðum leikmönnum hjá okkur. Það er ekkert leyndarmál. Hvort að þetta hafi verið sönsa í dag, veit ég ekki, skilur. Ef sem sagt, kemur upp spennandi tilboð fyrir leikmenn, ég meina, þá höfum við sýnt það að þú veist, leikmennir hafa fengið að fara í spennandi verkefni. Ég meina, við missum 5 leikmenn í atvinnumennsku en nú kannski 4, við vorum eina í láni en eftir tímabilið, ég meina, það fara 4 leikmenn í atvinnumennsku frá okkur, þannig að við erum að fá til okkur góða leikmenn sem vilja fara út og svo erum við að fá góða leikmenn úr unglingastarfinu og ég meina Elín kemur úr unglingastarfinu hjá Val og það er eðlilegt að góði leikmenn vilja fara í spennandi verkefni. Svaraði þetta spurningunni? Takk fyrir þetta, gangi þér. Takk svo mikið.